Já, komið sæl og blessu og verið velkomin aftur í fótbolta nördan. Komnið hér í þriðja þátt 8 liða úrslitana og já, í dag munum við komast að því hver eru þriðji aðilinn til þess að tryggja sér sæti sitt í undan úrslitunum. Og hér komið til mín tveir frábæri keppendur sem stóðu svo vel í 16 úrslitum. Fyrsta lagi á útivelli, svona með mótherjan, þá er það Ágúst Orri Arnarsson fyrir sín. Vertu velkomin. Takk að kærlega. Og já, þá á heimavelli Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson fyrir fótbolti.net. Hvernig líst ykkur á þessa reymu, strákar? Bara mjög vel, ég held að það verið bara mjög skemmtilegt. Já, bara fínt og komst þig á framfæri. Hann er auðvitað með mikið fórskot. Við vitum það allir hvað heimavellurinn gefur í svona spurningakeppni, sko. Tala nú ekki þeir eru áhorfendur í salnum, sko. Nei, nákvæmlega, það er hérna, þeir eru allir mættir hér, Elvar Geir og Sæbjörn Stengi, þeir eru hérna að styðja sinn mann áfram. Stengi mættir alla leið frá Akureyri. Engin frá sig, þeir lét ekki sjá sig. Það verður að standa sig. Nákvæmlega. Herðu, strákar, fótboltanörðin hann er spilaður í 6 liðum. Það eru hraðaspurningar, fyrirreitin, byrjanulið, almennkunnátta, tölfræðin og síðasti séns. Og eins og alltaf, þá ætlum við að byrja á hraðaspurningum. Já. Guðmundur, þú ert nær hurðinni og býða þér að hypja þig út á meðan Ágúst byrjar. Já, Ágúst, ert þú tilbúinn? Klár. Þá byrjum við núna. Til þess að vera vitni að Revier-derby þarf að heimsækja hvaða land? Argentínu. Rangt. Til hvaða félags var Aron Einar Gunnarsson seldur frá Þór árið 2006? Cardiff. Rangt. Signal Iduna Park er heimavöllur hvaða þýska Bundesliga-liðs? Borussia Dortmund. Rétt. Hvaða lið hefur unnið Evrópudeildina og forvera hann er oftast? Sevilla. Rétt. Hver var aðstöðumaður Erik Hamrén er hann þjálfaði að íslenska landsliðið á árunum 2018-2020? Freyr Alexandersson. Rétt. Hver er þjálfari ríkjandi Ítalíumeistara Napoli? Antonio Conte. Rétt. Hver er aðal samstarfsaðili ensku úrvalsdeildarinnar á yfirstandandi tímabili? Já, þeir eru nú nokkrir, aðal styrktaraðili. Þú veist, shit, Coca-Cola eða eitthvað. Rátt. Í frönsku Ligue 1 leikur eitt lið sem er ekki frá Frakklandi. Hvaða lið er það? Monaco. Rétt. Lengjudeildin fékk nafn sitt árið 2020. Hvað hét hún áður? Og tíminn rennur út en þú farið að svara? Ég náði ekki eins og höllum spurninganum. Nei, Ég var að klikka á tímanum. Þú farið að svara þessari? Já, sorry, lengjudeildin hét Inkasso-deildin. Það er rétt. Gaf mér smá tíma til að hugsa þannig. Já, allt í góðu, 6 stig, bara mjög fín frammistaða í hraðaspurningunum. En það er rétt, þú náður ekki að hafa vantað eina. Það var spurning, þú farið að komast að því hver hún er þegar Guðmundur kemur. Já. Jæja, Guðmi. Já. Þú búinn í sömu spurningar og Ágúst var í hérna rétt áðan. Já, heldur betur. Þá ætla ég bara að byrja núna. Til þess að vera, nei, býttu fyrir ekki, þetta fór aftur á stað í sama. Ég þarf að resetta hérna. Hvað fær maður mikinn tíma hérna? Þú fær 60 sekundur. Ok. Látt ekki eins og það er ekki gert aður. Já, ég er tilbúinn. Já. Nú er ég líka tilbúinn. Og þá byrjum við núna. Til þess að vera vitni að Revier-derby þarf að heimsækja hvaða land? Frakkland. Rangt. Til hvaða félags var Aron Einar Gunnarsson seldur frá Þór árið 2006? Astalmar. Rétt. Signal Iduna Park er heimavöllur hvaða þýska Bundesliga-liðs? Dortmund. Rétt. Hvaða lið hefur unnið Evrópudeildina og forvera hennar oftast? Sevilla. Rétt. Hver var aðstofumar Erik Hamrén er hann þjálfaði íslenska landsliðið? Freyr Alexandersson. Rétt. Hver er þjálfaði í ríkjandi Ítalíumeistara Napoli? Antonio Conte. Rétt. Hver er aðal samstarfsaðili ensku úrvalsdeildarinnar á yfirstandandi tímabili? Vá. Pass. Í frönsku Ligue 1 leikur eitt lið sem er ekki frá Frakklandi. Hvaða lið er það? Monaco. Rétt. Lengjudeildin fékk nafn sitt árið 2020. Hvað hét hún áður? Inkasso-deildin. Rétt. Hvert er síðasta félagið ekki frá borgunum Barcelona eða Madrid til þess að vinna La Liga? Og þetta er jafnframt loka spurningin. Valencia. Og það er rétt. Vel gert. 8 stig. Úr hraðaspurningum. Hann stóð stressum. Og tíminn var ekki svona liðin. Ekki á ágjör af því. Hann pakkaði mig saman hann en tímið var ekki eins og liðin. En Sprengdi tíman alveg rækilega. Sprengdur tíma? Já, Ég minn.
8-6 eftir hraðaspurningar. Þetta bara mjög vel gert. Þannig að sjaldan sem að það er oft svona annar sem að liggur undir eftir hraðaspurningar. Er einhvern tímann komið fullt hús í ræðaspurningu? Ekki svo í munettir, nei. Ég er yfirleitt með einhverja eina eða tvær sem er svona svolítið erfiðar sko. Já, ég er bara að hugsa þetta Riviera. Já, ég er líka sko. Riviera. Slómar út af læginu bara fyrstu spurning. Það er eitthvað ljótt sko. Það er þess að erfiðustu. Kannski er hún ekkert svona erfið, ég veit ekki. Ég ætla að ná þess ekki. Þetta hljómar mjög franskt nefnilega sko. Já. Mér líður eins og ég hef heyrt þetta áður. Þetta er frægur derby sko. Þetta er Riviera derby er í Þýskalandi milli Dortmund og Schalke. Það er svo góður. Hver er aðalstyrtarar Premier League? Já, það fyrir mér það sem ég vantaði. Það var einmitt það og Ágúst, þú varst ekki með Aron sem fór til Alkmaar. Nei, hvað er gískaður á það? Nei, ég segi náttúrulega bara Cardiff sko. Já, ég kom við hausnum en svo bara náttúrulega En herðu, fyrst til Asla sko. Svo voru báðir með allt fram að aðalstyrt samstarfsæðala ennsku úrslitarinnar sem er EA Sports. Já, ok. Það kom bara eitt upp í hausnum og það var Barclays sko. Já, einmitt. Nei, það hefur farið svolítið lítið fyrir þessu. Já, ég bara... Ég var að reyna að hugsa hvað hún heitir, eða þú veist, hún heitir bara Premier League. Hún heitir ekki Barclays eða eitthvað svoleiðis lengur, sko. Nei, það er bara alltaf Barclays í mínum huga, sko. Já, en þeir heita lead partner, og svo bara kom allt annað en það, held ég bara. Já, Valencia, með á stafil. Valencia, já, þeir eru í vandræðum í dag. Ég hef ekki náð þessum, sko. Nei, það var annarkvort ég fekk þessa spurningu aðsenda og mitt fyrsta svar var Deportivo La Coruña. Já, það var annarkvort Valencia, Deportivo La Coruña. Ég hugsaði að Valencia var síðast. Já, La Coruña var 99-2000. Maður hefði enda getað beitt út í nokkur aðferð. Þú hefði valla verið tvisvar með Sevilla sem... Nei. Þú veist að ég var búinn að ná Sevilla áður, sko. Nei, nákvæmlega. Það hefði svona verið, en ég reyndi að var með Dortmund tvisvar, sko. Það var Riviera derby og Signal Iduna Park. Valencia komst líka alltaf tvisvar í úrslit meistar alltaf upp á 2000. Já, þetta er Benítez liðin og alveg lið, sko. Með Mendieta og komunum. Já, skemmtilegt. Gæska Mendieta. Herðu, þá fyrir við í næsta lið sem er ferillinn. En ferillinn virkar þannig að ég ætla að segja ykkur frá tímabili liði, leikjum og mörkum sem einhverju leikmaður hefur verið og skorað og alls konar og þið fáið 1 gisk á hvert lið. Þetta eru bjöllspurningar og getur fengið 5 stig hæst fyrir fyrsta lið og svo 4 og svo 3 og svo 2 og svo 1. Þá förum við bara í fyrsta leikmann. En hann byrjaði sinn feril 2011 til 2014 hjá Nottingham Forest þar sem hann spilaði 32 leiki og skoraði 2 mörk. Nei, ég hef ekki hugmynd bara Ryan Yates. Ryan Yates er mjög skemmtilegt gisk en það er ekki rétt. Nei. Joe Worrell. Það er næstu skemmtilega gisk sko. en heldur ekki rétt. Þið farið ábyggla miklu nær núna þar sem á 2012 þá fór hann á lán til Stevenage og spilaði 7 leiki og skoraði 1 mark. Þetta var 4 stig. Hún rennur í gegnum hugan ykkar beggja allar Stevenage geitunar í gegnum árin. Já. Allar þessar miklu geitur þar. Já. Sem komum ekki að reyna. Nei, ég hef ekki hugmynd. Nei, ég veit ekki. Elliot Anderson. Það er rangt. Pass bara, ég veit ekki með ekki sko. Ef að Liam Senior væri að þjálfa Stevenage, ætli hann væri að Stevena menn? Já, það er spurning sko. Hefur mann bara í aging menn. Hann er bestu þar. Nei, einmitt, hann var að agea Steven sko. Ég fór vitlaust með hann var að agea Steven. Fór vitlaust með þetta. En þau föttuðu mig. Nei, hann er Ég var að verða hlæðstu takið mitt, þannig að þetta er skemmtileg viðbót í þáttin. Jú. Já. Spurning hvort þetta kemst í kötti. Þessi mikli fáti. Mæta hérna með hlæðstu takið mitt sem á stall. Herri, já, fyrir 3 stig, ef þeir eru ennþá með the head in the game, eftir þessa frábæra innkomi frá Kára Snorrasyni. 2014 til 2026, Newcastle United, 220 leikir, 13 mörk. Þetta er Jamal Lascelles. Það En hvað fær hann þá, eða þú veist, ég held að vera svona 5, 4, 3, 2, 1. Það er rétt. Þetta var fyrir 3 stig. Já, en hvað, varstu bara ætlaðir að spá fyrir framtíðina síðan, eða? Það er ekki til 2026? Nei, síðan nefnilega 2014-15 og fyrir hann lán aftur til Nottingham Forest og svo 2026 og þar nú í Leicester. Já, hann er það voru 2 lið eftir. Það var eitthvað meir í þessu, ég var ekki alveg að ná þessu hann er í Leicester í dag. Já, Lascelles hann. Ég slóði alveg út á læginu hana með því að segja 26.
Þú bara Nei, svo sem ég hefði ekki nátt hjá Malli Sels annars sko. Ég get alveg tekið það á mig komin á þessum bara 3 stig það er endar stíl rannast Já, 3 stig sterkt. Og fyrir við í næsta leikmann. En hann byrjaði fyrirlið sinn. Ég ætla að gefa ykkur hérna 2 lið til að byrja með. Þetta er sama árið. En 2008 þá er hann í TPS og spilar ekki leik. Og þar alveg skora hann varla mörk. Og 2008 sömuleiðis fer hann í lán til AOIFK 11 leikir 0 mörk. Þetta er svona A með bollu IFK. Já. Er þetta Timo Pukki? Það er rámt. Já. Þetta er auðvitað fyrir 5 stig. Ég hef ekki grænan maður Jókim Andersson. Það er rámt. Já, takk. Það er höggað og náðu þessu. Já, það er skemmtilegt hand. 2009-2013 þau eru 4 stig. Þá fer hann til Esbjerg FB, spilar 76 leiki og skora 0 mörk. Og herðu, þeir fáið meira sér 1 liði viðbót fyrir 4 stig. 2013-2015 þá fer hann til Brøndby, spilar 69 leiki og skora 0 mörk. Ekki alveg með þetta svo. Esbjerg og Brøndby. Ég hugsa að Timo Pukki kannski myndi það hefði verið gott ef hann hefði skorað eitthvað mörk sko. Já, hann var í Brøndby, ekki? Já, hann var í Brøndby sko. Nei, ég er ekki með neitt sko. Ekki ennþá. Nei. Það er bara að passa á mig líka sko. Þau eru bara í 3 stigin. Já. Það fóðu bara 1 lið. 2015-2018 er hann í Eintracht Frankfurt, þar sem hann spilar 101 leik og skorar ekki. Er Ekki að skora. þetta Hradecki? Það er rétt. What the hell maður. Lukas Hradecki. Já, öflugt. Þetta var mjög öflugt. Já, það er svona bæði Leverkusen var næst, það hefði svona verið auðveldast þar líka til. Djúvel ertu farin að tegja þig langt í pokan með að koma Lukas Hradecki. Jésús sko. Ég veit ekki með það sko. Við erum komnir á fyrir mig 8 kalli minn. Ég er bara alltaf að höttum eftir skemmtilegum ferlum. Það er aldrei, pókin er aldrei eitthvað svona. Ég var bara að reyna að finna einhverja finnska fótballmenn og þeir eru ekkert rosa margir einhvern veginn sem mann dettur í hug sko. Nefnilega. En kom samt bara í 3 stiga. Já. Þá förum við bara í síðasta fyrirlinn. En hann byrjar töluvert fyrr en hjá hinum 2. Það er 1983 til 1991. Millwall. 220 leikir, 93 mörk. Hann hefur lent í einhverjum slagsmálum þar sko. Já, ég held að sé öruggt að segja það. Ég ætla að fara að segja Darren Bent en hann er náttúrulega ekki alveg svona gamall held ég. Vá. Ég ætla að segja pass bara ég Já, sama ég pass. Þetta er ég sko. Herðu, fyrir 4 stig þá fáið 2 lið. Alltaf gafna því. 1985 þá fer hann til Aldershot á láni og skorar, spila 5 leiki og skorar ekki. Og sama ár 1985 þá fer hann til Djurgården á láni. Spilar 21 leik og skorar 13 mörk. Já, hann skoraði svolítið Svíþjóð. Já, það var alveg góðu þar sko. Nei, ég er ekki með þetta sko. Hvað er með næstu? Já, pass. Já, förum við 3 stiga. 91 til 92 þá er hann hjá Nottingham Forest þar sem hann spila 42 leiki og skora 14 mörk. Nei, ég ætla bara að enda strax í pass sko. Já. Ég ætlast til þess að ég þekki bara einhverja leikmenn í Forest frá 91-92. Nei, ég er ekki með þetta. Nei, ekki heldur. Hvað er með næstu? Það verður að kanna sögun ykkur líka. Já, það er bara. Þá erum við með fyrir 2 stig 92 til 97 Tottenham Hotspur 166 leikir 75 mörk. Robbie Keane. Rámt. Já, þú veist, ok, þetta er allavega komin á okkur stóði sem við ættum að þekka sko. Hvað sagði hann skoraði? En þú veist, já, hann er þá væntanlega bara að enda ferilið 97 hjá Tottenham. Hann skoraði 75 mörk hjá hann var alveg að raða í 166 leikjum. Fyrir Spurs? Já, það er vel gert sko. Já, þetta er maður ætti nú kannski að þekka þetta. Já. En ég er því miður ekki með þetta sko. Nei, þá fyrir við bara í fyrir 1 stig.
Herra, já, það var einn eftir. Já, 1997 til 2001 Manchester United 104 leikir, 31 mark Ég hérna Man, lúktið sem ég frétt frá Gústa Hálfvita, sko. Ég bara, það er verið að gera grína manni hérna, sko. Þetta er fallið myndavel Ég var Það er ekki að ekkert segja falnar, að það það eru er bara leikmaður sem hérna, maður sko. ætti ekkert að þekkja. Þetta er augljóslega leikmaður sem maður hérna þekkir, eða þú veist, veit En er ferillin hjá þessum manni ekki lengri en þetta? Ég get ekki gefið upp um það núna Er sko. ekki Teddy Sheringham? Þetta er Edward Paul Sheringham Já. Vel gert, Gumi Já. Já, ég hérna, ég sló mig aftur út á lækinu, sko. Ég fókin Spurs var nummer 5 og ég bara, já, hann endaði bara 97 hjá Spurs, bara, hérna, Hann átti nú nóg eftir þetta sko. Já, hann hérna fer aftur til Tottenham og West svo Ham Portsmouth og Já, West Ham það hefði kannski gefið manni meira heldur en Alders 885. Ég vissi nú ekki að hann hefur verið í djúrkattin líka. Nei, það er svo skemmtilegt sko. Já, þetta var bara mjög góður fyrir. Já, en svo náttúrulega 2015 þá eldar hann, eða þú veist, hann náttúrulega var hætti sko 2008, kemur aftur 2015 Veit þið hvert? Nei, eitthvað í Japan eða eitthvað. Það sem hann er að H.A. Stevenage. Já. En þá förum við bara strax í næst, ég ætla að segja ykkur frá stöðunni fyrst. Já, ég er að skýta bara. Já, herðu, hérna, Gummi tók öll stigin sem að, svo sem ekki var hægt að taka, en hann tók, Gústi fekk engin stig í fellunum, en Gummi fekk einhver, það var þann 15-6 fyrir Guðmundi eftir fyrirlin, en við förum í, hvað segir Gústi? Þú ætlar að segja eitthvað hana, ég sá það. Þetta er heima þetta fórskoti. Ég lendur í smá brekku, bara svona, bregðast aðeins við því. Það var ekkert, hérna, Allt hægt í ekkert meira en það að segja. Já, það er bara, brekkur eru þar til þess að klífa. Já, Það hefði Óli Gunnar Solskjær það ekki gaman það. Jú, þeir hamara, nei. Þá fyrir við næsta lið sem að er einmitt byrjunarliðið. Þá ætlum við aftur núna að gera það eins og við gerðum hérna fyrir 2 þáttum með Jóa Skúla og Alex sem að þið veitir náttúrulega ekkert hvað er af því að sá þáttur ekki koma út þegar að við tökum þetta upp þar sem að ég ætla að segja ykkur bara frá einu leik og þið ætla að nefna þess að byrjunarliðið hjá báðum liðum og fáið 11 gisk sitt hvor og þeir með nefna bara leikmann úr hvaða lið sem er en þið ætla að nefna fyrir mig annar liðið svolítið auðveldar en hitt Hljóma vel. Leikmenn úr Barcelona, Real Madrid El Clásico sem Barcelona vann 2-0 í La Liga 13. desember 2008 Er þessi leikur eitthvað merkilegur að? Þetta er El Clásico þannig að Bara eitthvað, þetta er bara ekki merkilegir og það er þetta fyrir fyrir deildinni og menn svona kannski Þetta var fyrir fyrir deild og Barcelona vann 2-0 Já, nei, fáum ekki 2 leiki núna, við fáum bara hennan eina leik og við höfum bara að taka bæði byrjunarlið. Rétt. Ok, skil. Ok, við byrjum bara einmitt þú farið að byrja af því þú kundir sorry, ég tók bara skarið Já, hérna, Iker Casillas í markinu Iker Casillas er vissulega í markinu Já, ég ætla bara að giska á Messi. Það er nokkuð auðvöld gisk og það er rétt og Samuel Eto'o Það er rétt Iniesta. Herðu, það er rátt Ok, Hann var meiddur já, nice. það var Xavi í liðinu Xavi var í liðinu Busquets. Kom inn á Nei, er þið að grínast? já, hann er svo svakalega ungur hann hérna, já, bara við förum bara í hver í markinu, ekki fyrir þetta Valdis endilega hérna, Pújól Pújól er rétt í vörninni, þar segja Já, hann, já þú veist, já, hann var vissulega í markinu, sko. nei, bara svo menn og Það er skemmtilegu klassíku að hafa Pújól í markinu Pújól er í vörðinni. Já, Dani Alves. Dani Alves er rétt já, við erum voða lítið búin að taka hérna Real, það er svona þetta er svolítið hættu svæði þetta voru umróta tímar hjá Real Bara hver er í þessu Real Madrid liði? en, já hérna ég er alveg að tjóka hérna bara, var Jæja Túri hérna á miðunni? Hann var á miðunni Já, í næsta meitur
Ég ætlaði að giska á einn en ég er alveg hættu við þetta eftir þetta giska þér. Já. Erik Abidal. Það er rétt. Sergio Ramos. Sergio Ramos er rétt. Hálnaður. Konum með 11 gisk samanlagt. Við erum, Ekki bara... varstu búin að giska á Victor Valdes eða? Nei, ég var bara búin að velta honum fyrir mér hérna. Já, þú varst komið með Casillas. Ég ætla að giska á Victor Valdes. Það er rétt. Stalan maður. Já, ég þorði ekki alveg að hjóla í hann. Það er bara... Þeir skora sem þóra. Já, hver er með... Já, sjá. Ég get sagt ykkur, það vantar 3 menn í Barcelona-liði og Nei, það... Það vantar 9 í Real Madrid. já, Við erum byrjuð, já. það er 3 menn í Barcelona-liði og það vantar 9 í Real Madrid. Maður reynir að hugsa þetta sko. Þeir voru Það er bara fyrir alla þessa kalla, skilur áður en að... Já, það er engin, bara Sergio Ramos, Casillas og svo bara eitthvað. Það var svolítið ekki fyrir alla kallana því að það eru 9 leikmenn þar sko. Þetta er fyrir, er þetta ekki... Var núverandi þjálfari Alvaro Arbeloa í liðinu? Skulum komast að því, nei, hann var ekki í liðinu. Gott kís. Já, bara mjög skemmtilegt. Ég er að hugsa þetta Real Madrid. Þetta er örugglega með Royston Drenthe eða eitthvað annars. Þetta var svakaleg tíma. Lassana Diarra kannski. Hverjir eru frammi þarna? Þetta er áhugaverð taktík hjá Gumma að henda út nöfnum. Ronaldo. Það er að planta ykkur hugmyndum. Fölskum hugmyndum hjá mér. Gerard Piqué. Gerard Piqué er rangt svar. Já, þetta Ég þorði ekki að Nei, ég skil það vel. Ég veit ekkert hver var bara Rafael Marquez í vörninni. Það er rétt. Já, vel gert. Það voru búin að afgreiða bara Barcelona nánast. Nánast, já. Það vantar 2. Vantar 2, vantar kantinn öðrum megin og miðjuna. Ég er með nafn í huga á miðjuna sko, að 2 nöfn jafnvel. Ég bara þora ekkert í þetta Real Madrid-lið sko. Ég sagði það þegar við byrjum, annað leið er auðveldar en hitt. Ég bara þora ekki í þetta. 2009 var síðan bara eyðslumesta sumar í sögur Real Madrid. Já, hann kom inn hana. Það var rosalegur sumarklukki nefnilega sko, já, þá. Var Marcelo mættur? Það er rátt. Já, nei. Það er ekki eins og niður, já. Það er ekki gott gísk í þessu sko. Ekki þetta Ég ætla að reynda því. Ég er ekki með bekkin hjá mér, Já. en ég var að skrifa þetta bara í gær. Já. Ef ég man rétt að var hann á bekknum. Já, ok. Ónotaði varamaður. Það sjálfsög. Já. Það var áhugavert að heyra Ég þetta ætla Real að Madrid. upp fölsku hugmyndina Gumma og segja Lassana Diarra. Það er rátt. Ég vil hefði það verið gott. Og náður hann hana. Já, veit hann í þetta. Rafael Marquez byrjaði. Þannig að við hefum 2. Var Ronaldinho farin til AC Milan hana. Ég er náttúrulega með ég ætla að giska Eiður Smári. Eiður Smári er rétt. Það tók þinn andskotan tíma að koma maður. Ég þorði ekki að giska á hann sko. Ég var nefnilega að leika með aðra El Clasico sem er kannski frægari, en Eiður Smári byrjaði ekki þeim, þannig ég tók það ekki. Já, sjálfsög. Maður hefði átt að kveikja því. Já. Já, Þú vantar bara einn í þetta Barcelona. Vantar einn á miðjuna og nema allt Real Madrid lið. Nema Eiður hafi verið á miðjunni. Já, jú, þú meinar. Það vantar 9 leikmenn í Real Madrid sko. Shit, við erum að þetta er rosalega erfitt Real Madrid lið með dettur bara svo lítið í hug sko. Þegar báðir 2 gisk eftir, Ok. þannig að pyntingin fyrir að vera búinn. Já, einmitt. Ég get ekki bara gert ykkur á fíblu tvísar. Þú veist, það var Julian Faubert í liðinni á Real Madrid hana. Bara veit að Emmanuel Adebayor. Já, það
Fölsk og góð hugmynd. Ég ætla ekki að fella fyrir þess, kallið minn. Nei. Bara var Robinho ennþá hjá Real eða fórandi sitt í 2008, kannski 2000. Nei, hann var seldur held í 2009 til þess að búið til pláss. Robinho, loka svar. Loka gísk. Það er rátt. Fuck. Ég fekk, þegar þú sagðir Robinho, þá datt mér í hug Robben. Var hann mættur í Real Madrid þarna? Fuck it, Robben, Arjen Robben. Það er rátt. Demmit. Síðasta giskið þitt, Ágúst. Þetta er geðvegt, sko. Roberto Carlos. Það er rátt. Já. Og Gummi, síðasta giskið. Hver var í vinstri bakgrunum? Fabio Ég hlakka til að heyra þetta. Já, Fabio Cannavaro var náttúrulega líka hana. Já. Tíma. Úff, maður. Herru, ég ætla bara að giska á hana Guti. Það er rétt. Já. Gott gísk. Mjög Hvernig gott. hjólaði enginn í Raúl? Já, ég hef með hann skrifað Það er magna. En ég skal segja ykkur einu manni sem vantaði í Barcelona-liðið Já. var Thierry Henry. Hann að Eiður var á miðunni, sko. Já, ég hefði eiginlega viljað fá allt Barcelona-liðið, sko. En ég skam ykkur ekkert fyrir að missa menn úr Real Madrid-liðinu. Segðu okkur hvernig þetta Real Madrid-lið var. Þið voru með Casillas og Ramos. Já. Og svo voru með hafsendapar af Fabio Cannavaro, eins og minnst á. Já. Og Christoph Metzelder. Michel Salgado í vinstri bakverði. Já. Var Metzelder í hægri bakgrunum? Nei, Ramos var hægri. Já, Ramos var í hægri bakgrunum, já. Miðjan er sko Guti, Fernando Gago, Wesley Sneijder Wesley Sneijder. og Royston Drenthe. Já, og Royston Drenthe. Það sjálfs, voru þeir í 4-4-2 hana? Já, þetta er einhver svona tígulmiðja eða eitthvað sko. Yes, Royston Drenthe, það sá átt að vera góður maður. Og frammi erum við með Raúl Það er galið að við höfum ekki gíska á hann reyndar. og Gonzalo Higuaín. Já, Já. ungur Gonzalo Higuaín. Já, með síðahárið. Herðu, þetta var... Þetta Real Madrid-lið, bara Barcelona hafa ekki unnið þessa leik miklu stærra. Já. En þetta var bráð skemmtilegt. Já, maður var alveg að Hver var brjóta heila með þetta. Hver var að þjálfa þetta Real Madrid-lið? Einhver mjög góð maður. Ég er ekki með að skrifa um Nei, það skemmtilegt. En það kemur kannski upp á skjáin hér. Já, Fyrir ykkur sem eru að horfa. Staðan eftir byrjanlið, hún er svo mikið sem 21-13. Allt innan seilingar en þá. Þegar við förum í næsta lið sem er almenn kunnátta. það nærðu mér. Já, Hvað eru mörg stig í búið þar? 5. Já, ok. Í almennri kunnáttu þá ætlum ég að spyrja ykkur 5 spurninga sem að tengjast fótboltanum ekki neitt og aðtjóða hvort að þið fótboltaáhugamenn vitið eitthvað annað heldur en fótbolta. Förum bara í fyrstu almennu kunnáttuspurningu en þetta eru bjöldspurningar. Hvað heitir stjörnuþokan sem inniheldur sólkerfið okkar? Já. Stjörnum Gústi, ætlar að svara þessu. Það er ekki skrifað í skíin eins og Marta hafði. Nei, ég var svona vonast til þess. Stjörnuþokan. Fengi smá innblástur, sko. að horfa það nóti. Alheiminn. Sér bara eitthvað stjörnur, sko. Nei, það er ekki nú stjörnumbart í kvöld. Annars myndir við ná þessu. Já. Ég ætla bara að passa þetta, ég hef ekki hugmynd, sko. Nei, Jesus. Bara... Nei, ég hef ekki hugmynd. Pass, ég hef ekki grænan, sko. Já, þið hafið heyrt þetta áður. Þetta er vetrarbrautin. Já. Það Er sjálfsög. það ekki bara, þú veist, ég held að það væri bara vetrabraut og svo ertu bara með eitthvað stjörnu þoku og eða þú veist, ég held að það væri bara eitthvað fyrirbæri, skilur við. Okkar heitir vetrarbrautin. Það heitir bara vetrarbraut, já, ok. Já. Spurning nummer 2 í almennri kunnáttu. White Cherry, Sunrise Bumblebee og San Marzano eru tegundir af hverju? Tómutum. Það er rétt. Já, vel gert. White cherry. Það er bara, þegar kom þér óvart annað hvað þú vissir þetta. Nei, já. Já, þú veist, að ég hafði ekki hugmynd að því fyrstu tveimur en San Nei. Marzano og það var... Já, það var giveaway. Já. Ekki fyrir gumma. Nei, Nei. ég er ekki mikill tómatla kall, sko. Nei.
Það eru þeir bestu, ef þú fer að versla San Marzano, Það er rétt. segja það Það er rétt, ef þú ætlar að gera góð pastasósu þá gerur Ekki þetta á minni Já. Í þriðju spurningu í almennri kunnáttu þá ætlum ég að spyrja hvar í mannslíkamanum má finna minnsta bein líkamans? Eyranu Það er rétt hjá Gústa. Þetta er ístæðið. Ístæð, sjálfsög. Það er verið þetta áður. Ég er hannu. Spurning nummer 4. Hversu mörg málverk seldi Vincent van Gogh á ævi sinni? Þetta var Gummi. 0. Það er rangt. Það er eiginlega gott að náði þessu undan Tókst mitt gísk hana Hann seldi 1 Nei, það eru þau voru ekki mörg, þau voru mjög fá Hann seldi 1 Það er rétt! Dammit. Það var annarkvort eða. Hann var þetta keppni um að vera nummer 2 á bjölluna. Já, herru, þetta var enda snildar Já. Herðu, þá förum við í loka spurningu í almennu kunnáttu. Það sem ég ætla að spyrja. Í hvaða landi er fyrrum íslenski handboltalandsliðsmaðurinn Julian Robert Dornuna fæddur? Kúbu. Ágúst sem er með rétt. Hann er kúveri. Ángla Íslendingur. Hann er Íslendingur Já. Kúbverskur Íslendingur. Já. Og frábær maður. Frábær handboltamaður. Mikil káamaður. Kann að dundra Dundra núna. Herðu, staðan þá eftir almenna kunnáttu. Gústi, þú lagðir þetta aðeins. Já. Þetta er 21-17. Það er svo spennandi. Já. Og þá förum við í næsta lið sem að er tölfræðin. Tölfræðin virkar þannig að ég spyr ykkur spurningu þar sem svarið er alltaf einhver tala. Þið skrifið niður ágiskun ykkar og sá sem er nær, hann fær stigið. Fyrsta spurning í tölfræðinni. Saga La Liga nálgast 100 árin en fyrst var leikið í deildinni árið 1929. Hversu mörg félög hafa fagnað sigri í deildinni frá stofnun hennar í 97 ára sögu hennar? Á maður ekki skrifa þetta annars Jú. Sýna þér eða Sýna mér síðan og segja benda á ykkur bara hvern. Óralega lítið ha? Ok, Ágúst, vilt þú byrja og segja mér? Þú ert með 8 Það er hana 8 stykki og Gummi er með 9 og Gummi er með rétt svar. Það er 9. Já, ok. Smá svona auka getgáta af því að hérna ég var næstuð með þetta þegar ég var að telja upp liðin. Ég held að það geti talið upp liðin. Það er Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Já, Valencia. Sevilla. Sevilla er búið að vinna það. Sevilla hefur ekki unnið. Það er Valencia, Deportivo, har komið 5. Já, Deportivo, La Coruna. Hvað er? Espanyol hefur ekki unnið þetta sko. Trúið þínu. Real Sociedad eða? Real Sociedad er rétt. Já, Stærst 6. Varst þú með þetta? Já, ég reyndi að sagði Sevilla líka, þannig að ég var með 1 rámt sko þegar ég var ekki að skáta. Villarreal, hafa þeir unnið þetta? Nei, Nei. Osasuna? nei. Það er ég, Ég kom með þetta. já, hvernig með það? Við erum með Bilbao, Já, Bilbao, þetta. Já, fuck við erum með Real Betis. Nú er ég að pæla hvort ég hafi sagt vitlaust með að segja að Sevilla var rámt af því að það vantar eitt lið og ég man ekki hvað það er og ég er ekki með að skrifa hjá mér. En það kemur upp á skjánum hér. Fá fleiri til þess að horfa sko. Herðu, förum í aðra spurningu í tölfræðinni. Hector Bergmann Garðarsson, þá leikmaður Kára, var markahæstur í Mjólkurbikar karla á 2025 tímabilinu. Hvað skoraði hann mörg í keppninni? Hann Þetta er, er náttúrulega home court advantage í sinni hreinustu mynd sko bara þeir fjallum neðri deildunar við fjallum ekki neðri deildunar sko þetta er hann hefur skorað eitthvað 10 mörk í eitthvað umleika. En aftur á móti þá ert þú búin að spila kannski eitthvað á mótunum, Gummi kannski ekki. Já, nei, byrju í hérna hvað sagðir í Kára í Já. 4. deild, 5. deildinni Ég veit ekkert hvað deildir það var í. En Mjólkurbyggarnum sko. Já hérna Hvað skoraði hann mörg í Mjólkurbikarnum? miklu herri tölu sko Já, ég það er gott að í við deildinni já hérna í Mjólkurbyggarnum Gott að við náðum þér hana. já Gummi, mót byrja núna. 12. 12 og ég fór Ágúst sama gísk það er 8 8 og svo sem er nær og fær stíð er Ágúst.
Hann skoraði 5 mörk og markahæstur. Já, ok. Það var ekki meira. Ákvað, það mikill áfyllisdómur yfir Mjólkurbyggarnum að menn sé ekki að skora meira en það. Já, þetta var low scoring allavega einstaklingslega séð í Mjólkurbyggar í fyrra. En þá fyrir við bara í þriðju spurningu í tölfræðinni. Og þá ætla ég að spyrja. Cristiano Ronaldo sá leikmaður sem spilað hefur flesta leiki í sögu meistaradeildarinnar. Hversu marga leiki spilaði hann? Vá, þetta er ákveðnar strókur hjá Ágústi. Þetta er góð spurning, sko. Já. Takk. Samdana sjálfur. Sverrir hefur ennþá ekki fengið þetta með sína spurningar. Ok. Ágúst, þú mútt byrja það núna. 118 segir Ágúst. Ég sagði 196. Og sá sem nær og fær stigið, hvoru er með hárrétt svar, er Gummi. Já. En hann spilaði 183 leiki. Já. og það var svo mikið það var ólsegur Já, hann er oft. Það má eiga það, það má eiga það. Hann er ólsegur. það gleymist. Síðasta spurningin í tölfræðinni kemur hér. Sheffield United það lið sem flest mörk hefur fengið á sig á einu tímabili í ensku úrvalsdeildinni. Það met setti lið tímabili 23-24, en hversu mörg voru mörkin? Mögnuð spurning. Það er synd að þú komið þetta þegar Sverrir skrifaði þessa, sko. Það er glötu spurning, sorry. Sjáðan hann var miklu betri. Já, með það ekki. Herru, klárir. Já, Gummi, mátt byrja. 92. 92 og Gústi 93. Já. Og ég eftir ykkur það að sá sem nær Ágúst Já. og það sem að þeir fengu 104 mörg á sig. Nú, ok, já. Hvernig gáttu þér verið svona lélegir, sko. Þeir voru alveg fanta lélegir. En það er þá skemmtileg stað að koma upp hér í fótboltanördunum þegar við förum í síðasta liðin sem er síðasti séns. Staðan er nefnilega svo mikið sem 23 stig fyrir Guðmund og 19 stig fyrir Ágúst. Og í síðasti séns það fáið þið sitthvorir eina spurningu sem þið getur fáið að velja á milli 3, 5 eða 10 stiga erfiðleikaflokks. Og Ágúst, þú ert undir. Ég ætla að leyfa þér að velja hvort þú byrjir eða ekki. Já, meinar. Já, ég ætla að segja Gummi að byrja. Ok. Gummi? Ég ætla bara að fara í þryggjastæðarspurningu. Setja pressuna á. Setja pressuna á. Þá þarf hann að taka 10 til þess að vinna. Já. Þá kemur 3 stiga spurningin. Ég er að velja á milli þeirra, sko, hvað er erfiðar í með 2 sko. Hver er eini þjálfarinn, ég byrjar, ég má ekki hætta, sem fagnað hefur sigri í öllum 5 stærstu deildum Evrópu? Þá erum við að tala frönsku úrvalsdeildina líka. Við erum að tala ensku úrvalsdeildina, spænsku úrvalsdeildina, þýsku úrvalsdeildina, ítölsku úrvalsdeildina og frönsku úrvalsdeildina. Já, ég held ég veit hvað þetta er. Þetta er Carlo Ancelotti. Don Carlo er rétt. Já, sjálfsög, kóngurinn. Og 3 stig til Gumma sem fer upp í 26 stig, Ágúst úr í 19 stigum. Já, það er ekkert svona milli 7 stiga spurning eitthvað staðar annað sem að leynist inn og... Nei, því miður. Emmett. Ég held ég verð að bjóða þér að fara í 10 stiga spurningu nema þú viljið reyna að ég tapa. neyðist til þess. Ekki nema ég megi taka hinar eða þú veist 2, 6, nei, 10 stiga. Skjóttu. Ég ætla að skjóta 10 stiga spurningin. Daninn Nikolaj Hansen sem safnað hefur titlum með Víkingum undanfarin ár er vel þekkt stærð í íslenskum fótbolta. Daninn stóri og stæðli er þó ekki allur þar sem hann séður því hann hefur 2-fold ríkingsfang. Hann er með danskt ríkisfang og hvað? Já, ok. Ég held að það var að segja íslenskt og hvað, bara dansk. Öðvöldast í heiminum. Það væri ekki 10 stiga spurning. Og hvað? Þetta er Þannig að ég var alveg spenntur þarna, ég held ég var að fara að vinna. Hann er alveg líklega til þess að koma í Ísland, sko. Hann talar íslensku og þú veist, ég held að sé verið að tricksa mig, sko. Þú veist, það lítur að vera íslenskt bara. Nei. Ég með smá gísk í hausnum, sko. Þú veist,
kannski það bara eitthvað þýstan og þýska mömmu eða eitthvað skilur, ég veit það ekki að færeist eða eitthvað fáralegt en þú veist bara út frá því, hann tala fína íslensku ég ætla bara að segja þessi íslensku ríkisborgari. Lokasvar. Ég veit ekki. Já. Ef það er rétt. Það er bara já. Nei, það væri svo fáránlegt svar. Þú veist, það væri galin 10 stiga spurning, skilur, þetta er svo auðvelt svar eitthvað. Nei, þú veist, annars væri ég bara í hreinu gíski. Eða hann er íslenskur. Lokasvar. Já. Ef það er rétt, þá ert þú búin að vinna og komin í undirúrslit. Ég ætla að biðja að gera þetta ekki. Sorry. Spenntur hann það? Já, þú mátt gera þetta á löpunum, ekki á borðinu þar sem mikrofónin eru. Okay. Ef þetta er rámt, þá er Guðmundur búin að vinna og komin í undirúrslit. Þannig ég ætla að segja til hamingju til annar ykkar. Og segi til hamingju Guðmundur. Yes! Komin í undirúrslitin. Er hann með japanskt ríkisfang? Nei. Hann er með pólskt ríkisfang. Já, ok. Mamma hans er pólsk. Herru, það var mammans allavega. Þú varst komin til Þýskaland. Þú fæði kannski 1 stig fyrir það. Já. Nei. Og þú varst komin næsta bæ við, sko. Þýskaland. Já. Jú, það hlaut að vera eitthvað svona. Sniðugt í þessu. En lokastaðan þá er Gummi með 26 stig á móti 20 sem að Gústi fekk hana 1 stig hann í loki. Já, takk. Og Gummi komin í undanúrslitin til hamingju með það. Það er lengra en .net komst í fyrra. Það er rétt. Já. Búin að endur heimta smá stolt fyrir stíðuna. Já. Var það okkur til skammar henni fyrra en við þurftum að laga þetta. Nákvæmlega. Hérna ertu bara spenntur fyrir þeim mótherjum sem þú getur mætt hérna. Það er Jói Skúli, Helgi Fannar eða Gummi Maggi eða Damir. Já, bara algjörlega. Þetta verður skemmtilegt, sko. Einmitt. Ágúst, það var frábært að hafa þig. Þú varst frábær keppandi, skemmtilegur og fróðleiks mikill. Já, takk. Ég geng bara stoltur á þessu borði sem maður má ekki tróma á. Já. Nei, einmitt. Ég var bara orðin döðstressaður henni í lokinn að þú væri með þetta, sko. Þannig að, já, gaman að Núna var helviti erfið þessi síðasta, sko. Það er alveg, og líka kvikindisleg, sko. Já. Hún var ekki 10 stiga fyrir ekki neitt, sko. Nei, þetta var alveg, þetta kvaldi mig. Já. Þetta var, eins og þú sagðir, Ísland, það væri 10 stafut á því en svo gæti þetta verið eitthvað trikk spurning þannig að maður veit ekki. Já, maður kemur kannski að því einhvern tíman. Ég ætla ekki alveg útiloka það að ég kom með trikk spurningu. En ekki þetta skiptið. Já, það er spurning, sko. Já, en ætla ég kannski revíl ekki núna eins og ég segi, kemur upp á skjá núna. Skilabóðin sem ég fekk þegar þið fengu að vita hver móturinn var, sikur. Það voru mismunandi. Hvað meinarðu? Manst eftir því, Guðmundur. Ég man hvað ég sendi ef þú voru mismunandi þá er það þýtt eitthvað slæmt. Nei, það var bara djók. Og ekkert víst að fara í þáttinn. En þá segi ég bara takk hérlega fyrir mistrákar. Já, takk sem leiðis. Frábær keppni. Já, sammála því. Góða spurningar. Fyrir utan það sem að fóru náttúrulega algjörlega með mig var leikmannaferðlarnir, sko. Og Teddy Sheringham Tottenham komin með það 15 á blað og mistur hausinn þar. Ég eyðilagði svolítið fyrir sjálfum mér með því að vera lélugur í þeim lið. Já, það er menn verða að vera jafngóður í öllu til þess að vinna þetta, það er bara þannig. En þá segjum við bara takk fyrir okkur að bili og við sjáumst í næsta þætti. Takk fyrir.